Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Aðgerðarsinnin Haukur Hilmarsson talinn hafa hlotið þau örlög að deyja í bardaga í Afrín héraði í Sýrlandi þar sem hann barðist með frelsissveitum Kúrda í borgarastyrjöldinni sem geisar í landinu. Ekki hefur enn tekist að fá leyfi frá tyrkneskum stjórnvöldum til að sækja líkamsleifar hans en liðsfélagar hans úr YPG sveitum Kúrda telja fullvíst að Haukur sé látinn. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur sýnir í kvöld innslag ferðir Hauks í Sýrlandi og ræðir við samferðamenn hans þar. Og myndatökumaðurinn Arnar Þórisson fór til Sýrlands fyrir Kveik og hann kominn hingað ásamt Þóru Arnórsdóttur. Ritstjóra, vertu velkomin og þið bæði. Takk fyrir það. Þóra, byrjum aðeins á þér. Hvers vegna fór Kveikur á stað í þetta verkefni? Arnar náttúrulega hefur ferðast allan heim sem kvikmyndatökumaður og ég held að hann hafi komið að gerð nærri því hverjar einustu heimildamyndar sem hefur verið gerð á Íslandi síðustu 20 ár. Þannig að það kvikmyndagerðarkona í London, Katrín Ólafsdóttir, vinkona Hauks, sem hefur samband við hann, langar að fara þarna suðureftir og undirbúa gerð heimildamyndar. Og hann segir náttúrulega, hann sé að vinna fyrir Kveik en þeirra samkomulag verður það að hann geti þá unnið þátt upp úr þessari fyrstu ferð sem þau fara þarna. Svona kynnir hann þetta fyrir okkur og ég játa alveg að auðvitað fannst mér efnið spennandi, mjög. Og við erum öll forvitin það hvers vegna Haukur fór þarna. Við erum búin að missa sjónar á því hvað að gerast í Miðausturlöndum og í Sýrlandi vegna þess að borgarastyrjöldin hefur gengið þar í 8 ár og á einhverjum tímapunkti þá hættum við að hlusta. Og ég hefði ekki farið. Ég er bara útkverja á húsmóðið með lítið börn. En Arnar var tilbúin að fara og þau gerðu náttúrulega þær varúðar ráðstafanir sem hægt var. Og bara þetta var náttúrulega magnað ferðalag sem að ég er þakklát honum fyrir að hafa lagt í. Já. Og ég veit að konan sé glöð líka fyrir því að hafa endurheimtan eftir þetta. Segðu mér, þú ferð þarna út og þetta náttúrulega hættulegt svæði, bara aðeins til að byrja með, hvernig ferðasagan, hvert fórstu fyrst? Já, fyrst fljúgum við til Írak og svo þurfum við að ferðast með bíl í einhverja klukkutíma yfir Írak, eða þar sem norður Írak, kúrdíska hluta Írak og förum að landamæranum við Sýrland og fáum að fara þar yfir í smá bát. Þá erum við komin inn í það sem kallað Rótjava. En til þess að fá að fara þessa ferð þá náttúrulega þurfti að fara í bréfaskriftir og til að fá samþykki stríðandi fylkinga og fá fylgd inn í svæðið og þetta tók náttúrulega, þetta ekki alveg eins og að fara skreppa til London eða einhvert stutt og vera komin út á götu. Og var erfitt að fá að komast inn, sem sagt? Já, við náttúrulega skýrum okkar mál og segjum að okkur langi að fara þarna inn til þess að fjalla þetta svæði. Við höfum áhuga á þessu svæði, ekki síst af því að Haukur hafði verið þarna og hafði verið að starfa og lifa með þessari hreyfingu, þessari frelsishreyfingu sem hún kallar sig, í Rótjava, sem að samanstendur af fólkinu sem að býr þarna, Kúrdunum, sem að berjast fyrir sinni tilvist og sínu lífi. Já, voru þetta ótryggar aðstæður eða upplifðir þig öruggan eða hvernig getur þú lýst því? Ég upplifði mig nokkuð öruggan, Það tóku strax á móti okkur aðilar frá herdildinni og þeir fylgdu okkur eftir, þeir voru okkur innan handar. Það var ekkert verið að mata ofan í okkur einni neitt. Þeir voru afslappaðir þannig en þeir tryggðu öryggi okkar og á þeim miklar og margar þakkir skildar fyrir að í rauninni að leyfa okkur að upplifa þetta. Já, og svo farið þið alla leið inn í Raqqa og hvað er það sem að hvað gerið þið þarna? Við hverju talaðu? Inn í Raqqa til dæmis að þá förum við með hermönnum fyrirverandi sem að börðust með Hauki í Raqqa einmitt og þeir svona leið okkur í gegnum borgina og að þeim svæðum sem að Haukur hélt til í.
þeim byggingum sem hann barðist frá eða hélt til í bardaganum við Daesh eða ISIS, Íslamska ríkið. Og þessi borg náttúrulega algjörlega í rúst eftir þessa ofboðslegu bardaga sem voru þarna. Já, það talið að 80% borgarinnar sé í rauninni rústir einar. Já. Og það var allt svakalegt að sjá og upplifa, bara keyra þarna inn. Nú hafa tyrknesk stjórnvöld ekki leyft neinum að fara inn á svæðið þar sem að talið víst að Haukur hafi látist eða því lýst þannig að hann hafi fallið þar í orustu. Reyndu þið eitthvað að komast þangað eða var það alveg útilokað kannski? Það var alveg útilokað. Það hefur engum verið hleypt og Arnar náttúrulega og þau Katrín ræddu þarna við menn sem börðust í Afrín. Þetta sem sagt norðvestasti hluti Sýrlands og svæði sem var undir stjórn frelsissveita Kúrda. Síðan lýsa því þannig að Afrín borg og svæðið umkringt á 3 vegu, bæði sem sagt frá Tyrkjum og hersveitum í Sýrlandi sem eru hliðhollar Tyrkjum. Og það verður þarna mjög snarpur og harður bardagi sem stendur yfir eða ef að segja orusta í 3 mánuði. Og Kúrdarnir tapa, Tyrkir taka þarna yfir og Haukur ekki eini maðurinn sem féll þarna, það voru mjög margir, það var teppalagt í lottarásum og skriðdrekaárásum og það voru margir sem féllu. Og þrátt fyrir Genfarsáttmálann að þá hafa ráðandi afl á þessu svæði ekki leyft neinum, ekki heldur Rauða krossinum eða einhverjum hlutlausum mannúðarsamtökum að fara inn á svæðið, bæði til þess að sækja líkansleifar þeirra sem féllu og það alveg sama þótt Tyrkir líti á þessar sveiti sem hryðjuverkamenn. Það breytir ekki neinu. Það samt réttur þeirra og aðstandendana að fá að vita þeirra afdrif. Það bara, ég held að geti hvert foreldri sett sig í þau spora að fá ekki að vita þetta. Og hins vegar bara til þess að ganga úr skugga að þeir sem enn búa á þessu svæði að þeirra mannréttindi séu virt. Þetta hefur ekki verið leyft enn sem komið Og svo þetta bara svo erfitt pólitískt, greinilega alþjóðapólitískt, af því að svo njóta Tyrkir ákveðin stuðnings Vesturlanda vegna þess að þeir hafa verið að berjast við Daesh eða ISIS og þess vegna hefur kannski pólitíski þrýstingurinn ekki verið meiri. Maður hreinlega áttar sig ekki á því, en þeir lýsa því alveg hvernig þeir reyndu að komast inn á svæðið til þess að auðvitað vilja menn sækja lík félaga sinna, fallina félaga sinna, en það var gersamlega útilokað. Hvernig, nú eru Kúrdar þarna að berjast fyrir sjálfstjórn eins og þeir hafa nú reyndar gert í þessu svæði lengi og víðar en þetta eru náttúrulega hermenn og þeir eru þarna til þess að drepa andstæðinga sína og þarna var Haukur með þeim og það ráðist á þá og þeir eru að verja sig og eru í þessum blóðugu bardögum. Hvernig geturðu lýst, það kannski skrítið að spyrja, stemmingunni í þessum hópi eða svona andrúmsloftinu sem var á milli þessara manna þarna og kvenna? Já, fyrst og fremst eru þetta fólk sem að verja sig. Það eru voðalega fáir þarna sem að hafa valið sér það að verða hermenn og ég held að yfirgnæfandi meirihluti þeirra, til dæmis alþjóðlegu bardagamanna, kallar þannig, sem að koma þarna, þeir koma þarna af hugsjón að verja frelsi íbúana í Ródjava gegn yfirgangi og fasisma og bara ofræði Íslamska ríkisins fyrst og fremst til að byrja með. Í rauninni smá dítill það, Íslamska ríkið, ég meina það er ástæða fyrir því að því hefur gengið vel að fjármagna sig og annað og það eru uppi teiknið allavega eru þeir alveg með á hreinu í Ródjava, hvernig þeim hefur tekist að fjármagna sig, Íslamska ríkinu. Þeir stela olíulindum, þeir verða að selja olíun einhvers staðar til að fá fjármagn. Það eru Tyrkir sem að kaupa. Þeir eru í rauninni svolítið settir upp þarna af öflum í Tyrklandi til þess að ganga erinda þeirra vegna þess að það er ultimate takmark Tyrkja að losna við Kúrdana af þessu svæði. Eins og kemur í ljós þegar að Trump segist alltaf fara af svæðinu að
þá missa þeir í YPG og Rojava mikilvægan bandamann sem hefur runni aftrað sko haldið Tyrkjum til hlés. Einmitt. Við sáum þegar það bárust fyrst fregnir af því að Haukur hefði fallið þarna í þessum átökum, þá sáum við grimmdina einhvern veginn í þessu, að við tyrkneski herinn eða fólk sem að tengist honum stærði sig af því að þetta fólk hefði látist í átökum. Á sama hátt þá sjáum við eða á hinn bóginn sjáum við að stuðningsmenn Kúrda hampa Hauki og öðrum sem féllu þarna sem píslavottum og gera úr þeim hetjur. Og maður veltir svona fyrir sér að því þarna bara ungur maður frá Íslandi sko, og það eru fullt af fólki á Vesturlöndum sem hefur verið að fara þarna á þetta svæði og lætur lífið. Sko, hver lærdómurinn eiginlega af þessu? Ég veit ekki hvort það sé einhver lærdómur af því. Þetta náttúrulega hræðilega sorglegt. Og ég meina stríð er stríð og að sjá myndirnar sem Arnar tók þarna úr kirkjugarðinum, þar sem eru fæðingarár fallina 1994, 1999, 2000, veistu það er fólk þarna sem gengur í raðir YPG gegn vilja foreldri sinna vegna þess að það sér enga aðra framtíð og sem eru undir 18 ára sem sagt, bara hálfgerðir unglingar og krakkar. Og það er náttúrulega sko aðstæðurnar eru bara orðnar svo sturlaðar eftir 8 ára borgarastyrjöld. Vissulega sáu Kúrdar sig kannski færi þegar arabíska vorið fór af stað og allt þetta umrót varð í Miðausturlöndum, ég meina stofna sjálfstjórnarsvæði eins og í Írak. En eins og bara það, Sameinuðu þjóðirnar eru búin að gefast upp á að reyna að telja hversu margir hafa látist. Og það skiptir máli að vita hversu mörg fórnarlömbin eru. Það er engin sem, sko, það eru 15 hreyfingar sem gefa út dánavottor og svo ertu kannski með dánavottor frá rangri hreyfing á röngum stað og þá getur þú tapað bara lífi, limum og eignum. Þannig að þú bara sleppir því frekar og svo framvegis. Það er ekkert skráð og það sem að Arnar sækir eru einfaldlega beinar frásagnir. Við getum ekki stuttað með opinberum gögnum vegna þess að þau eru ekki til. Það er ekki einu sinni mannréttindasamtök sem geta farið inn á þessu svæði og staðfest það sem fer fram. Þannig að þetta er það besta sem við getum gert, að ná í fyrstu persónu frásagnir, en það er náttúrulega stríð og styrjöld þar sem að fólk fer og ákveður að leggja einhverju málstað lið. Maður getur reynt að skilja það, vissulega, og það er hugsunarfólk sem það gerir. Hann taldi sig vera að berjast þarna fyrir jafnrétti og frelsi frjálslyndast hafsins á svæðinu. Þeir eru þekktir svona fyrir sína kvennasveitir og áherslu á svona jafnræði og federalisma, svo veit maður, sko, fólk hefur oft háar hugmyndir í stríði og byltingum og svo er spurningin hvað gerist þegar samfélagið er byggt aftur. En og svo heyrum maður á tala þetta, horfið svo í kringu sig og þegar ég segi horfið í kringu mig, þá er ég að horfa á myndirna sem að Arnar var að taka og hugsa með mér, guð minn góður, þau eru með þessa mynd í höfðinu að þessu fallega lýðræðissamfélagi. Það er ansi langt í það þegar þú sér sko 2 og 3 ára börnin að leika sem er eftirlíkingar hríðskotabyssum. Er næsta kynslóð ekki bara leið beint þangað líka? En það er samt talandi þessa alþjóðlegu hermenn, þetta eru hugsjónir. Það er eins og til dæmis Haukur, hann var að hjálpa flóttamönnum í Grikklandi. Og þetta fyrir honum var ábyggilega bara eitthvað sem honum fannst vera hvað geti gert meir, hvað geti gert næst. Hvaðan er sorsinn, hvernig stendur á öllum þessum flótta, geti farið að hjálpa til og þannig kynnist hann þessari baráttu í Rojava og með sko þetta unga fólk og bæði sem er þar fyrir og þeir sem koma, þetta er ekki, ef við skoðum bara alheiminn í þeirri mynd sko barátta góðs og ills og fasisma og ekki fasisma, sko við það er ekkert langsótt að sjá fyrir sér að þú viljir berjast fyrir sko góðu öflunum þó að þau séu ekki endilega í þínu landi. Þetta sáum við líka í spænsku borgarastyrjöldinni. Þangað fóru Íslendingar. Þangað fóru Íslendingar og þangað fóru sko fór fólk allstaðar að til þess að berjast við fasisma. En útkoman getur verið hræðilega náttúrulega. Útkoman getur verið mjög hræðilega. Það er hættulegt að taka sér þetta til fyrirmynda náttúrulega. Já, sjálfsögðu. En við fáum að fylgjast með þessu í kvöld. Kæra þakki fyrir komuna hingað í kvöld.
Takk. Við segjum þetta gott, Kveikur hefst núna klukkan 8 eftir örfáar mínútur, ekki missa af því, segi ég, en við sjáumst hérna aftur í Kastljósinu annað kvöld, verið sæl.